eins og var lagt upp með. Erfiður fyrri hálfleikur en þið komið tilbaka þetta í lokin og sína ákveðin styrk. Já, við byrjum rosalega vel og vorum með hátt orkustig en svo einhvern veginn umturnaðist bara leikurinn þegar þeir fóru svona aðeins að vera harðari, fóru pressa okkur fullan af öll og tóku svolítið orka okkur, ítt okkur út úr sóknarleiknum og svo þeir Zoltan Börn var að komast mikið á metriskjampari sinn í öðru leik í dag og það fundu rytma og við grófum okkur í svolítið djúpa hólu í hálfleik og við vorum einhvern veginn að elta allan tíman. Svo vorum við ekki bara með næga orku til að taka þetta síðasta push til að ná stigamönnum. Þannig að við verðum bara að hvíla okkur vel og mæta tilbúinir á sunnudaginn. Allt annað en þristur í lokasókninni hjá Ungverjalandi hefði verið þægilegra fyrir ykkur hérna í lokaplayinu. Já, nákvæmlega og kannski svolítið óheppilegt að klukkan skildi klikka þarna, þá fengu þeir auka leikli og gátu teiknað upp eitthvað kerfi sem virkaði vel fyrir að þeir náðu að draga stórum manninn út og fá opið skot á kantinum, þannig að þetta var svekkjandi. Stundum með maður herinn, stundum með maður byssumaðurinn. Já, algjörlega, og þetta er alls ekki búið fyrir okkur, þeir þurfa að vinna Ítali og við höfum ennþá góðan séns á að vinna Tyrkland. Þeir mæta með hörkulið en við viljum fá tróðfulla Laugardalshöll og búa til alvöru stemming og gera þetta bara eftirminnilegt að komast á EM svona. Full höll á sunnudaginn á móti Tyrklandi. Er ekki gaman að fá að vera körfuboltamaður og spila í þeim aðstæðum? Það er bara draumurinn. Maður vill ekki hafa neitt öðruvísi, þannig að það væri draumur líka að komast á EM fyrirfram að tróðfulla höll og gera þetta aðeins dramatískara. Kærar þakkir Elvar og gangi ykkur vel. Takk fyrir.